Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hérna á sjónvarpsstöðinni N4. Við ætlum að fara vítt sviðið að venju í þættinum. Fæ til mér marga góða gesti til að ræða hin ýmsu mál. Kannski aðalega svona málefni sem að bera hæst þessa dagana. Sæluvikan í Skagafirði að hefjast helgina en það lista- og menningarhátíð þeirra Skagfirðinga og mun þátturinn litast að því að talsverðu leyti. Svo ætlum við líka að fjalla íþróttir. Fæ til dæmis til mér fulltrúa frá Þór Káa kvennaliðinu í knattspyrnu. En það hófu leik í úrvalsdeildinni í gær með glæsilegum sigri. Og svo kemur eitthvað meira hérna eftir sem við kynnum nú bara jafnóðum. En við ætlum að byrja á allt öðru. Hver Eyfirðingurinn í hnotskurn? Það spurning sem var velt upp í vikunni í kjölfar könnunar sem var framkvæmd í mars meðal Eyfirðinga. Og það var rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri sem átti veg og vanda af þeirri könnun. Við erum komin til mín 2 fulltrúar þaðan. Verið velkomin. Takk. Kannski svona áður en við förum í niðurstöðu könnunarinnar. Kjalti, hver var svona kveikjan að þessu og tilgangur með þessari könnun? Já, það kom þannig til að háskólinn 30 ára þessu ári og flestar deildir háskólans, ef ekki allar, hafa eitthvað svona tillegg til hátíðahaldana, tilefni af afmælisárinu og við hjá RHA við ákváðum að blása til svona könnunar sem gæti verið áhugaverð og gagnleg og skemmtileg vonandi líka. Og við sem sagt fórum í það núna í mars. Já, og var þetta meira þá svona kannski bara til þess að sjá bara fyrir skemmtanagildi að sjá svona hvernig Eyfirðinga væru eða var þetta eitthvað svona kannski hagnýtt gildi í þessu? Já, ætlunin var að hafa þetta sem hagnýtt gildi og við sem sagt buðum Akureyrarbæ og kaupstofunum í kring að fá spurningar inn í könnunina. Þannig að við vildum að þetta hafði eitthvað hagnýtt gildi fyrir Eyjafjörð. Og svona niðurstöðurnar, kannski hvað kemur okkur mest á óvart? Hvað einkennir Eyfirðinginn? Ætla að sé ekki að þegar við spurðum að því hvað þeim fyndist best við að búa á Eyjafjarðarsvæðinu, sem var svona opin spurning og þú mátti nefna ykkur þrjá valmöguleika, að þá sögðum mjög oft stutt á milli staða. En hins vegar þegar við spurðum hvernig þau færu frá vinnu, til og frá vinnu og skóla, að þá var mikill meiri hluti sem að notaði einkabílinn. Það kemur, ég held þetta aldrei mikið á óvart eða ekki, eða hvað? Jú, mér finnst þetta aldrei athyglisvert að eftir að vísu svona niðurbroti, þetta kannski 70-80% sem að segjast vera að nota einkabílinn, en segja samt að kosturum við að búa hérna sé stutt á milli staða, en það túlkast þá kannski sem stutt á milli staða til að keyra. Stutt út í bíl? Stutt út í bíl, já. Síðan gerðum við þarna aðra könnun sem var samhliða fyrir umhverfis- og mannvirkjasvið bæjarins. Þar sem við vorum að spyrja ýmislegt sem varðar snjómokstur og hálkuvarnir og annað slíkt. Og þar kemur í ljósa að það með fáir hlutfallslega sem að kvart yfir svifryksmengun. Sem að kemur manni svolítið óvart miðað við umræðuna. En það kannski vegna þess að það eru svo margir í bílum og nota hann sem rykgrímu. Já, en miðað við umræðuna finnst þér verður það mikið var við í rauninni í umræðuna að fólk að kvarta yfir svifryksmengun? Já, þetta bara það sem maður sér í fjölmiðlum og heyrir svona bara hjá fólki. Já, og þetta var þetta könnun meðal Eyfirðinga og í þann flokk falla náttúrulega dálítið mörg nokkur margir bæjarkjarnar og sveitafélög reyndar. Viltu segja okkur aðeins frá því hvernig þið brutuð þetta upp? Já, það var sem sagt, við skiptum þessu í 4 parta. Það var alltaf Akureyri sunnan Glerár og Akureyri norðan Glerár. Síðan var það sem við kölluðum út Eyjafjörð, sem er Fjallabyggð og Dalvík. Og svo það hrepparnir. Og núna ætla ég að leyfa Hjalta að segja hvað hrepparnir eru. Já, þetta svona vinnuheiti hjá okkur og þetta eru sveitafélögin í kringum Akureyri, Grýtubakkarhreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðarsveit og Hörgársveit. Svona innanverður fjörðurinn og austanverður. Já, og það var talsverður munur, maður sér það að maður flettir í gegnum niðurstöðum, maður sér það talsverður munur ofta á milli Akureyri annars vegar og hinna staðana hins vegar. Það ekki svona rétt metið að mér eða eitthvað? Það var munur í ákveðnum spurningum, sérstaklega þegar kom að sameiningu. Já. Og sem sagt hvort að fólk væri sammála því að þyrfti fleiri sameiningar. Og þá stóðu hrepparnir svolítið út úr að vera á móti því. Hvað skýrir það? Þeir voru ósammála því. Hvað heldur að skýri það? Bara kasta því boltanum niður á Hjalta. Já,
það nú sennilega það að það mun breyta meiru fyrir þessi sveitarfélög, slík sameining, hvernig sem hún reyndi að verður, eða yrði, heldur en fyrir Akureyringa sem eru stærsta sveitarfélagið og myndi sjálfsagt ekki sjá mikla breytingar í daglegu lífi, hins vegar gæti það þýtt einhverja breyting á þjónustu og slíku fyrir, og klálega stjórnsýslu fyrir hinn svæðin. Já, ég hjó líka eftir það var talsverður munur milli þess hvernig, ég held að það hafi verið hrepparnir, hvernig þeir mátu að búa á svæðinu og þá nefndu þeir veðrið sem einn helsta kostinn, meðan Akureyringar nefndu það ekki, maður kannski mætti túlka þannig að það sé talsvert mikið betra veður fram í firði til dæmis inn á Akureyri, heldur að það sé raunin eða hvers vegna heldur þessi munur? Það var alveg 30% sem að búa hérna í hreppunum sem að nefndu góða veðrið sem kost. Það var alveg smá hérna inn á Akureyri og Fjallabyggð inn á Dalvíku, en hérna það var alveg meira það, þannig að það er spurning hvort að þeir fái meiri sól. Já, nefnir þessi sjálfsrétt skoðun Akureyringa vegna þess að það er búið að saka svo mikið með að vera viðugrópara. Akkúrat, við erum alveg á tánum eitt, ég ætla ekki að nefna veðrið, það er ljóst. Auðvitað gæti líka mögulega verið, eru landbúnaðarsvæði dálítið þarna, kannski fólk sem í þessum sveitum kannski meðvitara og mögulega þakklátt fyrir það bara að hafa það gott veður að það geti lifa góðu lífi. Já, það er þetta bara mjög góða punktur. Það er ekki... Já, gott landbúnaðar hérað og sem byggist auðvitað verulegu leyti á því að veðurlag sé gott. Já. Nú kannski komin að menntunina, það er svona einn partur af þessu og ég sá að það voru talsveit stór hluti af þeim sem eru með háskólamenntun á svæðinu telja að þeir séu í starfi sem að hæfir menntun þeirra. Kom það ykkur á óvart? Það var held í 70-80%? Já, það var allavega yfir 60% sem að taldi sig vera í starfi sem hæfði menntun þeirra mjög vel. Og svo vel var líka, þannig að það var mjög hátt talað þar. Og það kom mér smá óvart. Ég bjóst við að því að það eru svo mikið háskólamenntun í dag, þú veist, ungt fólk er mikið að sækjast í háskóla, þá bjóst ég svolítið við því að þau væru kannski ekkert endilega að fá starf sem hæfði menntun þeirra. En það var mjög hátt talað. Hvað sem þú því Hjalti, er þetta í samræmi við fyrri rannsóknir svæðið? Mér finnst þetta áhugaverð niðurstaða og fólk sé þetta, ánægt eða þannig að segja að það sé í starfi sem hæfir menntunni. En svo umræðan hefur svolítið verið að það sé erfitt fyrir háskólamennta fólk að fá vinnu við hæfi. Akkurat. Þannig að mér finnst þetta jákvæð niðurstaða. Já. Reynda var talsverður munur milli aldursflokka, ég sá að í yngri hópunum 18 ára til 35 ára, þar var talsvert herra hlutfall sem að sagðist ekki hafa fundið vinnu við hæfi menntunar sinnar. Kannski einhver munur, kannski það þróun, kannski eru fleiri bara þegar maður er eldri þá fáum maður menntun við hæfi, kannski það svona þróunin hér? Sko, eins og yngsti aldursflokkurinn sem við vorum með, sem var 18-24 ára, þá voru rosa fáir þar sem voru með háskólamenntun. Þau voru aðalega með grunnskólamenntun eða stúdentspróf. Þannig var svona, kannski velti ég fyrir sig að þau séu ennþá að klára námið sitt, séu ekki alveg komin á þann stað þar sem að þau eru að leita sér að vinnu sem hæfir menntunum þeirra. Og svo fór ég svona að hugsa það að þú ert með stúdentspróf og grunnskólapróf, þú ert í ákveðinni vinnu og þú upplifir kannski ekki eins og að þessi menntun sem að liggur að baki hjá þér sé aðstoðað í þeirri vinnu sem þú ert. Þannig að ég hugsa að kannski kemur svörunin eitthvað inn á það en það er kannski bara meira getgátur en eitthvað annað. Já, akkurat. Og svona framhaldið með þetta, náttúrulega, nú er þetta áhugaverðar niðurstöður en hvað verður svo gert við þær? Það er nú kannski stóra spurningin. Hluti af þessum spurningu var keyptur af til dæmis stofnunum Akureyrarbæjar og við vitum það að menn munu nýta þar innan búðar í kynningarherferðum eða breyta verklagi eða eitthvað slíkt. Og svo voru nokkuð fyrirtæki sem keyptu líka og þau munu þá sjálfsögðu nota það bara í sinni starfsemi og við munum síðan mjatla þessu svona út á vefinn okkar hjá rhva.is og vekja athygli á bæði okkur og þá þessu verkefni í leiðinni. Haldið það komið til greina að endurtaka allavega einhvern hluta könnunarinnar aftur til þess að sjá einhvern mun? Það var náttúrulega mjög áhugavert. Það eru svona nokkra spurningar þarna sem að væri gaman að sjá hvort það breytast yfir árin. Ég hugsaði svo sérstaklega með endurvinnsluna. Þú veist að unga fólki var greinilega minna í því að vita eitthvað endurvinnslu eða moltu og það væri gaman að sjá hvort ef að bærinn skildi fara í eitthvað svona starfa kynna fyrir unga fólkinu
umhverfismál, Já. hvort að þessi tala myndi hækka. Sömulegis með rafbílinn, það voru Já, þessi fáir akkurat. sem að töldu að rafbílinn yrði næsti valkostur og Já. það geti náttúrulega vel breyst. Já, það mun alveg örugglega breytast. En það var eitt athyglisvert í því að það var eftir því sem að fólk svona eldist, að þá svona jukust líkurnar á því að rafbíll yrði fyrir valinu og þetta verið svona tengjast í svolítið bara hverju staðinn í lífinu. Að því að rafbíll yfirleitt þannig að hann er bíll nummer 2 í dag. Bara hefur efna á þessu, ertu þannig staddur í lífinu að þetta sé raunhæfur valkostur. Og eftir því sem að rafbíllinn þróast og við þurfum breytast, þá mun þetta vantarlega breytast og ég myndi gjarna vilja sjá þetta endurtekið. Já, einmitt. Tek undir það. Anna Soffía og Hjalti, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og gangi ykkur vel. Já, takk. Og við höldum hérna áfram eftir augnablik og þá ætlum við að tala um sæluvikuna í Skagafirði.